Holt. Þetta var gamla Ísland, land þar sem spilling og einkavinabæði góð uppi, þar sem hagsmunir þeirra auðugu gengu alltaf fyrir hagsmunum þjóðarinnar, þar sem arðurinn af auðlindum landsins rann óskiptur og skattfrjáls í vasa auðkýfinga og meðan bankarnir héldu almenningi í gíslingu okurvaxta og verðbóta. Þetta samfélag hrundi til grunna en úr öskustónni reis nýja Ísland. Þjóðin sórðist dýran eið að læra af hruninu, láta aldrei framar stjórnast af græðgi og skammtíma hagsmunum, gæta auðlinda sinna og gera þeirra sameign þjóðarinnar og það sem mest var vert, þjóðin hét sjálfri sér nýrri stjórnar. Nýrri hvað? Er ekkert meira? Nei, það er ekkert meira. Þetta er það eina sem hefur varðveist af filmunni. Árum í vondum málum, tralalala. Já, góðan dag. Kristján heiti ég Ólafsson og ég vil nú segja það, Pétur, ég skilur ekki hverstan þú átt að kalla okkur öll þetta saman. Call us all together. Og ef það er ekkert fleira en þetta, þá verður ég nú að segja að mér finnst þetta frekar bíókvöld. Það er ekki einu sinni búið að poppa ofan í mannskapinn. Það er reyndar fleira, Kristján. Fínt, þá ætlum ég kannski að fá bara miðstóran popp og sódavatn. Salt water, please. Thank you, Peter. Það voru að koma ný skilaboð frá gamla. Nó. Stutt, löng, stutt, löng, stutt, löng, stutt, löng, stutt. Löng, stutt. Fyrirgeðu, hvað var þetta síðasta? Löng, stutt. Hann er þá að segja að það sé aftur búið að taka hann úr umferð. Það er ennþá einu sinni búið að afskrifa hann og loka hann inn á elliheimili fyrir það eitt að neita að nota orðalagið hið svokallaða hrun. Já, mamma átti þig ekkert á svona rugli, Pétur. Nú er engin spurning um það. Nú sendum við gamla bara harðorða stuðningsyfirlýsingu. Það er ekki nokkur spurning. Alveg rétt, Ragnar. Þórður, þú mossar. Já. Ragnar, lestu fyrir. Kæri gamli. Æ, nú misti ég alveg þráðinn. Hvert var ég kominn? Þú varst að segja Já, ég veit það. Ég man ekki alveg samhengi, sko. Það kemur. Það er ekki spurning. Þjóðaröryggismiðstöð kallar hvelfingu. Hver er staðan? Það er allt með kyrrum kjörum. Við erum bara svolítið mál að pissa. Annars er allt í góðu bara. Yfir og út. Félagar, við getum ekki látið þetta afskiptalaust. Nú verðum við að taka til okkar ráða og leita svara við spurningunni hvað höfum við lært af hruninu? Já, sorry, Pétur. Þú ert líklega að tala um þetta svokallaða hrun. Það eru bara nýjasta græjar. Herra mínir, við erum andspyrnu hreyfing. Þjóðlokkur, 27. desember 2015. Vinsamlegast varðveiti þessa upptöku. Það er ekki víst að ég verði til frásagnar. Árið er að vera búið og þeir eru enn að. Hlustiði bara. Gunni minn. Hvað er á seyði? Ekkert. Ertu nú aftur farin að éta gull? Þetta er svo svakalega ávanabindandi. Gunni minn, vorum við ekki búin að lofa þjóðinni því að hætta að éta gull? Jú, ég veit það, já. Allt í lagi, kallinn. Ég er hérna hvað sem er með svolítið miklu betra. Dunkin Donuts. Já. Fórst í biðröð. Að sjálfsögðu fór ég í biðröð. Og beiðstu lengi? Ég var full af 4 tíma, maður. 4 tíma? Já.
Vá, hvað þetta samfélag hefur breyst. 4 tímar. Þarna náði ég þér. Já. Biðröð. Já, biðröð. 4 tíma. Já, vá, maður. Hvað þetta er gott. Já, það er eins gott í líki þetta. Nú, af hverju? Því að þetta er bónusinn inn næsta mánuðinn. Ha? Náðu þér aftur! Náðu þér aftur! Já, alveg. Þess má geta, að á Íslandi þrífst engin spilling síðan eftir hrun. No corruption after crash. Og Íslendingar hafa tekið upp ný gildi. Gildi? Yes, new values. Og algjörlega snúið blaðinu við. Og mestu tækifærin eru í ferðaþjónustunni. Tourism. Og líka í plastboka framleiðslu. Jæja. Er þið búnar? Þetta er það leiðilega við starfið, en það er gefandi. Já. I'm alone here today. Nei, Örvar! Bogi! Ég get svo svara, elsku kallinn minn, gjörðu svo vel, fá þér sæti. Ég takk, elsku kallinn minn. Lát sér ég sé þig hérna á hólnum. Já, það er nú ekki ná von. Nú, hvað? Nú, ég var rekinn, manstu það ekki? Það lítur að gaman að því. Já, gaman að sjá þig velkomin heim. Takk fyrir það. Nú er ég góðum málum. Tralalala. Komstu með eitthvað? Já, ég kom með alveg helling. Ginn? Nei. Var ekki? Já, gott. Whisky? Já. Grand Marnier. Lýst mér vel á þig. Og samloku. Hvað ætlarðu að gera við allan að mat? Þú mátt eiga matinn, ég tek rest. Rent-a-net! Hey, go inside, pay inside. Rent-a-net! Eitt af því sem hefur breyst hér á Íslandi er afstaða okkar til náttúrunnar. Our attitude toward nature. Til dæmis, þá var lundin í útrýmingarhættu og við gripum til mjög alvarlegrar friðaraðgerða og nú í dag er stærsta lindabyggð í heiminum hér á Laugaveginum. Og friðurinn hefur gengið svo vel að við höfum leyft aftur veiðar á lundanum. I got one! Let's go, Christian! Okay, Já, ég kalli mig. Ég massaði þetta aðeins til svona. Nei, Krummi. Það þarf ekki að massa neitt. Nei, okkur vantar bara aðeins meiri kraft í hann. Við erum að taka okkur þannig verkefni að við kannski þurfum á því að halda Aka svolítið hratt. Þá voru að tala við að Skúla rafvirkja, sko. Hann er alltaf í stuði, sko, ekki að Skúli! Já, strákar mínir, þetta er ekkert mál. Ef þið eruð að leita að miklu hraða, þá er það rafbíll sem er málið, skal ég segja ykkur. Það er ekki spurning, skal ég segja ykkur. Sko, ég er búinn að hanna þetta allt hérna. Sko, ég er búinn að hanna þetta, það er minnst sem þið þurfið lágmark alveg 50 gigavött, sko, 50 gigavött og ég er búinn að hanna þetta þannig, sko, meina, þetta virkar þannig, sko, að ég setja þetta inn í hérna, þegar við kemur þér spýtingu hérna inn, sko, og setja hann í vélinni, sko, á þegar svona túrbinni hérna sem ég er búinn að setja hérna inn í, þá kemur bara sprenging og þetta títir áfram bara og verður allt svona mikið og útvarstur og hann er ekkert mikið, sko, þetta er eitthvað svona, það er bara lundi undir lögumkvæði þannig og þá kemur þetta inn, sko, inn í dekkinu, þetta er alveg svona, og allt þetta. Þannig virkar hann, skal ég segja þér. Skúli, ég bara skildi ekki orðaðið sem þú sagðir. Nei, ekki ég heldur. En það eina sem ég veit að þetta virkar, skal ég segja ykkur. Það virkar og þetta er allt knúið áfram á þessari litlu túrbínu hérna. Og hvað knýr þessa túrbínu? Já, það er nefnilega málið. Það þarf að pissa á hana, þá bara trillist hún og nýndar. Og það er betra kannski að vera nokkri saman. Því fleiri bönur, því fleiri vött. Kapís? Já. Nei, Krummi! Ég er góður. Heyrðu, Já. hvað er nú í gangi? Er þetta ekki Sigmundur Davíð? Hvað, hvar? Býtu? Hvar? Æ, þetta er eitthvað. Sjáðu, er þetta ekki Simmi? Þarna? Jú. Má ég sjá? Jú. Býtu? Þetta er hann. Þetta er, sérðu. Þetta er betra svona.
Já, það eru breyttir tímar og maður verður bara að bregðast við því. Jú, þetta er þjóðlegra. Miklu þjóðlegra. Jæja, félagi. Það er alltaf fallegt útsýni út um þennan glugga. Þeir eru ekki Miðstöð, þetta er gamlingagæslan, hann er sloppinn, aftur. Það má ekki gerast, hann veit allt og mikið. Sigfinnur. Já. Er þið mál að pissa? Já. Drífið þá í því, þeir eru alveg að ná okkur. Já, við hjálpumst að vitafélagarnir. Já. Já, eins og við höldum nú áfram með þennan bankaráðsfund, þá hefur bankaumhverfið breyst ansi mikið á undanförnum árum. Já, fyrirgefið. Hann er bara að koma með bónusum minn, sko. Ég fæ þetta útborga á heila og halva tímanum. Ég fæ þetta regluna og svo þetta hlaðist ekki upp í mér. Þú fæði borga kass? Já, heldur ég treysti þessum bönkum. Arnarhóll. Arnarhóll, heyriði til mín. Arnarhóll. Roger, ég heyri í þér. Loud and clear, Roger. Verði ekki örugglega Roger? Jú, ég heyri í þér, já, allt í lagi. Hvað er málið? Örvar minn, snúa 33 gráður vestur. 33 gráður vestur? Já. Já, við erum henni í sikti akkurat núna. Sko, Eygló, förum yfir þetta einu sinni enn. Sjáðu, ef ég gef þér 1% af öllu sem ég á og Sigmundur Davíð gefur þér líka 1% af öllu sem hann á, þá áttu 100% meira en þú, alveg sama hvað þú segir. Nei, Eygló, þetta er prósentureikningur. Já, sko, allt í lagi, við skulum taka annað dæmi. Sérðu, ef ég gef þér 25% af öllu sem ég á og Sigmundur Davíð gefur þér líka 25% af öllu sem hann á, þá áttu 50% af öllu sem til er á Íslandi. Eygló, það ætla bara ekki að ganga að koma þessu inn í höfuðið að... Jú, þetta er rétt hjá þér. Hvað rosalega varst að snögga þessu? Að bjóða ykkur Dunkin Donuts. Hvernig fórstu að þessu? Ég er bara með fasta fulltrúa í byrjuðinni. Já. Þetta var þetta. Já. Jæja, Björk. Svona í tilefni af því að þú ert að setja þinn síðasta borgarstjórnarfund, þá langaði okkur til þess að skála við þig. Gjörðu svo vel, gjörðu svo vel. Takk, Dagur minn, takk. Er ekki eitthvað sem við mættum færa þér svona í tilefni dagsins? Nei, takk, ómögulega. Jú, er það ekki ykkur? Rauðvín eða konfettkassi eða eitthvað álíka? Nei, Guð hjálpi, nei, ja. Það var kannski einna helsti bara viðskiptabann á Ísrael. Ha? Það er það eina sem ég langar í.
Nei, vill ekki fá styttu, eða blunda kannski? Nei, mér langar ekki neitt svoleiðis drasl. Nei, ekki svoleiðis. Heyrðu, jæja, skipt með það. Já. Það skal þó vera viðskiptabann á Ísrael. Já. Heyrðu, jæja, skál. Já. Heyrðu, þetta innflutt vín frá Ísrael. Heyrðu, eigum við ekki íslenskt brennivín hérna? Koma svo. Allt hefur tekið breytingum. Everything has changed. Virðingin fyrir landinu og náttúrunni og umhyggjan fyrir lítilmagnanum, hvert sem lítið er. Sérðu, það bara hvert sem lítið er. Fyrir ekki að passa þig, vinnur. Þú ert alveg að fara að stíga hérna í túristakúk. Ó, takk fyrir. Please go this way. Sérðu hana? Já. Ég einhvern veginn algjörlega búinn að fá nóg af þessu. Hvað áttu við? Það sé ekki nógu mikið álag á lögreglunni að bæta þessu sérverkefni á mann. Já, ég skil þig. Ég ætla að melda mig veikan á morgun. Já, ég gera það bara líka. Það tekur samt pulið úr fingurgómum. Það smá í nú. Það er allir annar. Krummi, blessaður, getur hérna. Heyrðu, það er eitthvað mikið að mengunarvarnarbúnaðum við bílunum. Já, Pétur minn, þetta er að vísu rafbíll, en þetta er ennþá Volkswagen, sko. Nú, já. Við förum þá ekki nærið þetta. Ég er ekki að gera neinn kraftaverk, kallinn minn. Það er ekki að lægi. Já, ok. Hvernig á ég að orða þetta? Hvað finnst þér, Dorrit? Hvað þú var að segja, Ólafur? Ég er sko að semja áramótaávarpið og ég er að velta fyrir mig hvort ég á að segja nú þegar ég ávarpa ykkur í síðasta skipti, í 3. sinn, eða var það í 4. sinn? Hvað er ég búinn að flytja oft áramótaávarp í síðasta sinn? Ólafur, þú er búinn að ákveða hver að fá fálkaorða núna. Já, nú er það ekki fálkaorða, nú er það lundaorðan. Lundaorðan? Já, Gull-lundin, tákn fyrir nýja Ísland. Shit, hvað þetta vera fallegur. Já, það má vel orða það þannig. Býtu nú við. Nei, nú ertu búinn að rugla mig alveg í talningunni. Hvort var ég kjörinn 96? Eða var það 94? Ég var 70. Já, þetta er allt að koma. Þetta er virkilega þjóðlegt. Já, hérna. Hvað er dagur? Dagur. Það er komið dagur. Hvað er þetta hérna? Nei, býttu slitu við stjórnmálasambandi við Noreg. Já, mér er svo illa við fjandans normenn og þú sagðir að það var ekkert mál að gera þetta fyrir mig. Þetta er nú ekki neitt. Nú. Sjáu þetta hérna. Nó, erum við búin að lýsa við stríði við Færing? Já. Nú þeir senda okkur þetta hérna líka. Hvað er þetta? Skerpukjöt. Wow! Þeir hafa bara ákveðið að skella sér beint í eiturefnahernaði. Búm! Og við handtókum alla þá sem báru ábyrgð á hruninu og settum þeim í fangelsi. Every single person we put into prison. Og hingað eru þið komnir, hingað í ríkisfangelsið, því hér eru þið vel geymdir. Við skulum hafa það á hreinu. Og þú, Ólafur Ólafsson, þú varst dæmdur í 4 ára crossfit. Það er máttulegt á þig að vera komin í betra form heldur en þú nokkuð tíman verið. Og Sigurjón Árnason, þú varst dæmdur í 2 ára nudd og spa.
Og þú, Hreiðar Már, þú afplánar eins og hálsás fótsnýstingu. Og þetta hafið þið allt upp úr því að fletta þjóðina, ódámarnir ykkar. Og hvernig er það, Sigurður? Á ekki að fara í jóga og hugleiðslu í dag? Og eitt að lokum, viljið þið hætta að þamba rauðvín rétt á meðan ég er að tala við ykkur og hunskið svo út á rauðnámskeiði. Já. Þannig að á síðasta ársfjórðungi var hagnaður bankans 567 skrilljón, 385 grilljón, 487 trilljón, billjón, smalljón, illjón, trilljónir. Já, fyrir vikið þá fengum við gullundan fyrir gróða ársins. Og ég vil sérstaklega nota þetta tækifæri til að þakka íslenskum launþegum. Því ef þeir hefðu ekki tekið á sig skellinn af þessu síðasta svokallaða hruni, þá hefðu við aldrei náð þessum árangri. Má ég spyrja einu? Já. Hvað gerist ef það verður annað svokallað hrun? Já, þá gerum við þetta. Og hvað er þetta? Þetta er nýja kennitalan okkar. Já. Þetta er allt eitt stórt samsæði. Bjarni, hvað ertu ennþá inn á þessari netsíðu? Nei, ég er ekki, jú aðeins. Ætlum þau ekki að hætta þessu? Jú, en eins og veist, þá skráðu við bara inn á þessa síðu í smá flippi, sko. Já, ég veit það alveg. Já, þetta er nú sára saklaust, sko. Er það? Já, ekki. Þetta er pólitísk framhjáhald síðan, Bjarni, þú veist það? Já, þetta er nú bara svona smá flippadaður við pírata og kannski pínulítil Evrópusambands erotík, sko. Það drepur nú engan, sko. Það er bara eitt sem ég skil ekki. Hvað? Sko, þú farð að vera ice hot. Já, en ekki hvað? Nei, ég er ice fat. Þú bara fattar þetta ekki. Já, hæ. Nei, þetta er sko ekkert sjálfsmorð. Þetta er greinileg tilraun til þess að leggja ferðamannabransan á Íslandi í rúst. Það er alveg augljóst. Ó, já. Nú þegar ég ávarpa ykkur samkvæmt því umboði sem mér er ekki laust við að ég muni síður en svo ekki sækjast ekki eftir nema síður sé ekki not. Skildur þetta, Dorrit? Ég bara ekki skilja neitt. Og hvort fannst þér samkvæmt þessu að ég ætla að bjóða mig fram aftur eða ekki? Ég bara ekki hafa ekki hugmynd. Gott. Þá er þetta að fara að taka á sig mynd. Já, eina umkvörtunarefni eftir allar þessar breytingar þá er aðalega það að með vaxandi ferðamannastraumi þá sjáum við æ sjaldnar Íslendinga. We don't see Icelanders anymore. Þannig við erum búin að koma þeim fyrir hér í húsdýragarðinum. Þetta er svona típisk íslensk fjölskylda. A typical Icelandic family. Ekki gefa þeim eitthvað. Gafstu þeim evrur? Hvað ertu brjálið? Út með ykkur! Út með ykkur! Shittur maður! Nú er ég rekinn. Já, hvernig lýsir þetta sér? Ég fór bara allt í hérna að muna. Eins og hvað? Ég fannst eins og ég átti íbúð, bíl og svo bara allt í einu komið svona hrun. Svokallar hrun? Nei, ekkert svokallað, bara alvöru hrun. En hvað manstu fleira?
Ég man það bara að ég ætla að haga mér öðruvísi í fremtíðinni. Nú. Og ég ætla aldrei að fara bara að kjósa þetta fólk sem olli því að allt fór til fjandans. Svo kallast fjandans. Nei, og allt fór á hausinn. Svo kallaðan haus. Jæja, höfum ekki ágjörð því. Fróði. Já. Við græjum það. Við græjum það. Hvað ætlaðu að gera? Bara smávægilega minnisleiðréttingu. Frank, þú tengir við gullfiskinn. Já. Og svo. Jæja. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Jæja. Jæja, hér er kjörklefið, vinur. Já, góðan daginn. Nú skal þú kjósa. Já. Já. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, hvað kaustu? Já. Ég er bara mannþekki. Þú er greinilega kosið rétt. Já, nei, þú hér? Já. Já. Er ég að koma að fara? Þú ert að fara? Ég er að fara. Já. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, næsti. Já. Já, við félagarnir ákváðum bara að liggja í rúminu í viku í mótmælaskyni. Hverju eru það að mótmæla? Við erum bara að mótmæla kröppum kjörum allra lögreglumanna og lögreglukvenna. Við erum þetta buðum þeim upp í til okkar en það er bara afþökkuð. Það er algjörlega þeirra mál. Algjörlega. En við lögreglumenn erum á svo lélegum launum að við erum unnvörpum að missa heilsuna. Algjörlega. Og þess vegna langar okkur til að senda bara þessi skilaboð inn í samfélagið. All we are saying is give cops a chance. Allir með. All we are saying is give cops a chance. Þið kunnu þetta. All we are saying is give cops a chance. Færðu einhverju, Sigurður? Já. Já. Það breytir ekki því, furðulegi forseti. Þingmaður ætlaði sennilega að segja virðulegi forseti. Nei, ég ætlaði að segja furðulegi forseti. Það breytir ekki því að hér á landi starfar grímulaus hulduher. Og ég bara spyr, er ekki hægt að útvega þessu fólki grímur? Er nauðsynlegt að það sé að sýna á sér smettið kvöld eftir kvöld í ríkissjónvarpinu? Ég verð að biðja þingmannum að ljúka máli sínu. Við getum ekki haldið þingfundi áfram. Af hverju ekki? Það er búið að leigja þingsal undir svefnbakapláss. Ha? Já, það er það mikill skortur á gistirými í miðborginu og svo er þetta ágætis aukapinningur. Já, come in, please, come in, gjörðu svo vel, be my guest. Kom, Helviti góða veitir. Jæja, þá er komið að jólagjöfinni þinni. Minni? Já, ertu ekki spennt? Jú, hvað fæ ég? Gerðu svo vel. Umslag? Fæ ég umslag? Já, kíktu. Ertu ekki að djóka? Er hann úti? Já, úti. Má ég sjá? Já. Vá! Byggingakrani! Takk, pabbi. Takk, mamma. Já! Takk. Takk, pabbi. Takk, mamma. Já! Jólagjöfin í ár er byggingakrani. Þurfum við frekar vitnana við. Oh my God, it's all over, starting again. Oh my God. Árum í vondum málum, tralalala. Hvurslags rugl er þetta byggingakrana? Ég meina, hvað hafa Íslendingar að gera við byggingakrana? Mamma, maður bara átt að sig geta á svona stælum alla tíð. En auðvitað verður náttúrulega hagvöxturinn að hafa sinn gang og atvinnulífið verður náttúrulega að fá að blómstra og svona. Og þess vegna segi ég, byggingakrana inn á hvert íslenskt heimili. Það er ekki nokkuð spurning. Gamlir að segja eitthvað. Í alvöru? Er hún til í raun og veru? Nýja stjórnarskráin og hvar er hún geymt?
Fyrir ekki, ég náði ekki alveg þessu síðasta. Stutt. Alveg datt með það í hug. Sigfinnur, við þangað. Þjóðaröryggismiðstöð kallar. Hún enn á sínum stað? Já, allt í góðu hér, nema mér svolítið mál að pissa ennþá. Ég þarf að fá leyfi hjá höfuðstöðunum. Ég hef samband aftur. Já, please. Eru þið komnir inn? Já, við erum undir perlunni. Gott. Það er loftræstistokkur á hægri hönd. Þið ættu að komast inn hann. Á hægri hönd. Sigfinnur, þú kemur með mér. Já. Ertu hræddur? Já. Fyrir ekki vitlaus spurning. Ertu óhræddur? Já. Þjóðaröryggismiðstöð hér. Neyðarfundi var að ljúka. Þér er hér með veitt heimild til þess að fara og pissa. Í alvöru? Takk æðislega. Eina leiðin er að láta sér síga niður. Já. Treystir þér til þessu fyrir? Já. Þú viss? Já. Viltu frekar að ég geri það? Já. Mér datt það í hug. Já. Sigfinnur, ég þarf að komast aðeins neðar. Aðeins neðar, Sigfinnur. Já. Er kaðan ekki lengri? Já. Já eða nei? Já. Nei, Þórður, ég næ ekki niður. Hvað? Við náum henni ekki á þess að setja öryggiskerfið af stað. Heyrðu, mér dettur smá í þessu hug. Það býta aðeins, ég þarf aðeins að teygja hérna. Er allt í lagi með þig, Þórður minn? Já, ég held sömið þó ég bara teygt aðeins á öxlinni. Félagar, við náðum henni. Við náðum henni. Kjörir. Nei, nei.
Þetta er bara fínt svona. Ég er sáttur við þetta. Eftir stuttastund Árið söngvakeppnin í 30 ár. Árið 2016 verða liðin 30 ár frá því að Ísland sendi lag í Eurovision í fyrsta sinn. Nú verður farið yfir árin 2006 til 2009.